Halló, velkomin í plötukynningu Doktors Gunna. Nú það platan Þegar dauðir rísa upp með nýbylgju rockhljónsveitinni Taugadeildin. Þetta glæný plata en ævagömul hljónsveit. Hún var starfandi á mjög stuttu tímabili, cirka 1 ári, sem náði frá 1980 til 1981. Taugadeildin þótti manni alltaf rosalega spennandi og cool hljónsveit. Þarna voru náungar sem höfðu áður verið að spila, til dæmis Árni Daniel Júlíusson. Hann hafði verið aðaldri fjöðurinn í hljónsveitinni Snillingarnir, en í Snillingunum var líka Steinþór bassaleikari. Og þegar Snillingarnir hættu þá fór Steinþór í Fræblana eins og frægt en Árni stofnaði skömmu síðar hljómsveitina Taugadeildin. Þarna var líka hann Þorsteinn Hallgrímsson hljómborðsleikari. Hann hafði líka verið í Fræblanum og Snillingunum. Þarna kom ungur trommari, Kormákur Geirharðsson, kallaður Kommi, og þarna var líka söngvari Óskar Þórisson, sem að maður, ég held hann hafi verið í einhverju mjög snemma útgáfu af Fræblunum. Nú þessir náungar fóru að spila sitt íðilfagra nýbylgjurokk, sem minnti svo sem á ekki neitt sérstakt, en maður svona þóttist greina áhrif frá The Cure og Joy Division. Textarnir sungnir á bæði íslensku og ensku. Hljónsveit sem hitaði upp fyrir Fræblana mikið og var á Borginni með utangarðsmönnum og spiluðu á glæsilegri nýbylgjuhátíð í Laugardalshöll sem var hérna vorið 81 og hétu Annað hljóð í stróknum. Þar var bara rjóminn af þessu góða stöfi. Og svo voru að spila hérna með enska bandinu Any Trouble, sem var ensk hljónsveit sem gaf út hjá Stiff Records og komu hingað á vegum Steina. Og og hérna sumarið 81 tók Taugadeildin upp fjárlega plötu sem var úrvalsgóð og með lögum eins og Herlongning og Guði hins nýja tíma. Þessi plata kom svo út, fjárlega EP-plata, 7 tomma, gefin út af rockfræðsluþjónustunni og fálkanum. Kom út hann haustið 81 og þá var nú bara hljómsveitin hætt og menn farnir að gera eitthvað allt annað. Óskar söngvari fór og starfaði með Óðunni Guðbrandsinni í hljómsveitinni Mogo Homo og það má heyra lag með þeim í Rokki Reykjavík, en hins vegar sést hljómsveitin ekkert. Þetta var svona skamlíf 12 pop hljómsveit, kannski aðeins í ætt við Funboy 3. Þessi strákar höfðu alltaf áhuga á ska-músík líka, svona í bland við nýbylgjuna. Nú Kommi og Árni Daniel, þeir fóru í Q4U og Kommi síðan í Oxmá og lá þessi Taugadeild í láginni mörg ár. Platan komi út í kannski 500 eintökum, ef ekki að segja það, ég nú ekki alveg með á hreinu. Og þessi plata í dag algjört raritet og selst fyrir fleiri tuga þúsunda. Ef einhver á plötu til að selja, þá selst hún á feitar upphæðir. Nú eins og gamallra mann síður, þá fóru þeir að hittast löngu síðar. Fyrstu merkum endurkomu eru síðan 2004. Hljómsveitin Taugadeildin fór þá eitthvað að hittast og æfa og þar á meðal að koma fram með ska-prógram og kallaði sig þá Ska-deildin. En svo hefur Taugadeildin verið með alveg örfáa tónleika
en tóku upp á því glæsilega framtaki að koma sinni arfleið á frábæra plötu sem kom út fyrir mánuði eða svo og heitir Þegar dauðir rísa upp. Þar eru þessi 4 lög sem voru á EP-plötunni og 10 lög í viðbót. Þannig að þetta er alveg þétt pakkaður stútfullur nýbylgjupakki, upptökur nýjar eða nýlegar og ekkert verið að hræra of mikið í soundinu. Þetta er bara gamla góða nýbylgjurokki hér. Nú við þekkjum náttúrulega lögin hérna 4 frábær, þar á meðal Hvítar grafir, en í því er nú eitt uppáhalds nýbylgju ljóðabrotið. Hljóðlát fegurð í dauðra landi, vinnu ást í gröfunum. Kona stendur við færi bandið og skrúar börn í barnavagna. Gott stöf. Það eru Óskar Þórisson og Árni Daniel sem að semja flest lög og texta og ég mæli alveg eindregið með þessari plötu. Nú, gleðin er ekki öll því að Taugadeildin heldur nú útgáfutónleika föstudagskvöldi 14. júní. Húsið opnar klukkan 20 og þetta er í Kex Hostel í sal þar sem heitir Gin og Tonic og það eru ekkert slor upphitunarbönd. Það eru Sea Pill og Vertigo, miðaverð 3.000 krónur og bara selt við hurð. Taugadeildin, taugarnar eru þandar.